Auðæfi hafsins eru svo sannarlega áhugaverð og fjölbreytt, en þau eru einmitt umfjöllunarefni þessarar þáttaraðar. Í dag þá ætlum við meðal annars að kíkja í heimsókn á sjóminjasafnið út á Granda. Við förum til fisksala í Kópavogi og fræðumst við það hvernig hann verslar á markaði. Þá ætlum við að kíkja á Hauganes í ekta fisk, en þar aðaláherslan á saltfisk. Þá hittum við hana Hrefnu Sætran, matreiðslumeistara, og fræðumst gourmet fisk. En við byrjum hins vegar í húsnæði sjávarklasans, en þar eru mörg fyrirtæki sem tengjast klasanum þrátt fyrir að einungis þriðjungur húsnæðisins hafi verið tekin í notkun. Við hittum hann Þór Sigfússon, framkvæmdastjóra og stofnanda íslenska sjávarklasans. Íslenski sjávarklassinn er fullstarfandi fyrirtæki þar sem ætlunin er að stuðla að tækifærum og styrkja tengslanet milli fyrirtækja í haftengdri starfsemi á Íslandi og allan heim. Hér erum við í Reykjavíkurhöfn í húsi sjávarklassans sem heitir, og hugmyndin hér er sem sagt að hafa saman fyrirtæki sem öll eru í tækni, tengdri sjávarútvegi. Þau hafa verið vítt og breytt höfuðborgarsvæðið, en hugmyndin var núna að ná þeim saman á einn stað ásamt stoð fyrirtækjum til þess að efla samstarfið. Og það held ég að koma á daginn að þetta samstarf er að heppnast mjög vel. Og við sjáum hérna þar sem við erum að labba, hérna er bara, ef við tökum sem dæmi, Pólar dálbúnaður. Hér er Pólar, svo kemur Þóræst kælifyrirtækið og 3X. Þannig að þessi fyrirtæki eru að auka samstarf sitt með þessu að vera hér á einum stað. Þannig að við vildum svona nota tækifærið og efla samstarf þessar fyrirtækja. Hér er fyrirtæki Dýrfiskur sem er fiskeldisfyrirtæki segi ég. Og það er líka búið mjög gagnlegt að hafa fólk sem er í rauninni líka bara í viðskiptum með fisk og að vinna í fiski. Þannig að þessi blanda hefur verið þýðingarmikil. Við erum líka með fyrirtæki á hinn vanginn sem ég skal sýna á réttir. Þannig að þessi blanda leiðir til þess að kaffistofan hjá okkur er rauninni frjóasti svona jarðvegur, held ég, í sjávarútvegstækni á Íslandi. Ég er alveg sannfærður um það. Og hérna eru þið hjá sjávarklassanum? Hér er sjávarklassin og fyrirtæki sem við erum að standa fyrir að stofna núna. Við erum hérna með, þetta eru 900 fermetrar sem við erum með. Þetta hús er í eigu hafnarinnar. Þeir var staðið mjög vel við bakið á okkur að koma þessu upp. Og hér höldum við áfram, hér er frumkvöðlasetur sem er styrkt af nokkrum íslenskum fyrirtækjum. Þar sem eru 7 lítil fyrirtæki að vinna með, og það reyndar kemur á daginn að þetta er unnið með Nýsköpunarmiðstöð Íslands, að þessi blanda af nýsköpunarfyrirtækjum og fyrirtæki sem eru settlegri hefur reynst mjög vel. Hér er Marel með aðstöðu og hefur nýtt hana mjög vel. Fólkið úr Marel er að koma hingað og blanda stöðrum og ræða saman hugmyndir og fleira. Svo kemur Útvarpsblaðið, Sigurjón Egilsson og hans teymi er hér að gefa út. Það hefur líka verið gífurlega gott fyrir menn í litlu fyrirtækin að vera í sambandi við fólk sem er vant að skrifa og er að vinna í markaðsmálum. Svo kemur sjávarútvegsþjónustan sem er með sjávarútvegsráðstefnuna meðal annars. Valdimar Gunnarsson er með fiskeldisfréttir líka og er akkurat svona góður tengiliður inn í margar greinar. Svo erum við með fyrirtæki hérna, Lögmar, sem er lögmaður sem vinnur mikið í sjávarútvegi. Og svo beint á móti okkur hér er fyrirtæki sem er miklu uppáldi hjá mér, heitir DIS, og er í umhverfisvænum lausnum fyrir sjávarútveg. Þrátt fyrir að sjávarútvegur sé iðulega tengdur landsbyggðinni, þá er það nú kannski ekki alveg rétt, því að lífið hefur vissulega snúist fiskinn hérna í höfuðborginni gegnum tíðina og gerir enn. Við ætlum að líta hérna inn á sjóminjasafnið Víkina út á Granda og við komumst að því að lífið er ennþá saltfiskur hérna í höfuðborginni. Ég held að menn átti sig kannski ekki á því, en þetta var eiginlega hálfgert gull, þessi saltfiskvinnsla á síðarhluta 19. aldar og allt fram að kreppunu upp 1930 þegar saltfiskmarkaðirnir hrundu, en þetta var alveg gósenn tíð fyrir Íslendinga
svona seinni helminguna 19. öld og fyrstu áratugi 20. aldar þegar að saltfiskurinn var sífellt verðmætari útflutningsvara og skilaði hér inn gríðarlegum auðum sem gerði okkur kleift að byggja meðal annars þessa höfuðborg sem við erum í hérna, Reykjavík. Hún hefði aldrei verið tilnúma fyrir hérna saltfiskæðið, ef má kalla það svo. Og hérna á Reykjavík var ekki síst mjög stór árabátaútgerðarstöð. Hér var róið alveg grimmt á tugum og hundruðum árabáta. Þannig að ég held að margir séu kannski búin að gleyma hvað Reykjavík var mikil verstöð og reyndar enn því að þetta sem að mér skilst á að landa hér mest að fiski ennþá þann dag í dag og HB Grandi nú hérna eitt af stærstu sjávarútvegsfyrirtækja landsins með höfuðstöðvar sína hérna nánast við hliðina á okkur. Já, lífið enn víða saltfiskur. Hjá Ektafiski á Hauganesi við Eyjafjörð nú unnin saltfiskur og ýmislegt annað sjávarfang. Við fórum í heimsókn til Elvars Reykjalín sem aðstráðandi þar á bæ. En hann segir fyrirtækið helst þekkt fyrir framleiðslu sína á útvötnuðum og beinhreinsuðum saltfiski í neytendaumbúðum. Við erum að framleiða yfir 10 vörunúmer í útvötnuðu saltfiski tilbúnum í neytendaumbúðir. Við erum sem sagt í öllum stórmörkuðum hérna á Íslandi. Við erum að flytja beint til veitingahús á Spáni. Þau panta bara bretti frá okkur og við sendum það. Við erum komin inn í verslanir á Ítalíu og verðmerkjum í evrum og strikamerkjum og það fyrir bara beint þangað í súpermarkað. Við erum að framleiða núna sem sagt flattan fisk fyrir okkar vini í Portúgal. Það að fara gámur þangað í næstu viku og við förum svo eftir gámnum og við erum með þeim þegar þeir taka úr honum og það sem sagt, þetta bara gaman að þessu. Segðu okkur kannski bara aðeins frá því í hverju ykkar framleiðsla felst hérna hjá Ektafiski og hvaðan þeir eru að fá ykkar vörur og hvert þeir eru að fara? Já, sko, þetta snýst náttúrulega allt saltfisk hérna. Ég af 3. kynslóð saltfiskmanna og stelpurnar mínar 3 eru allar búin að vinna hérna 4. kynslóðin. Ég að þjálfa afabörnin mín núna, 5. kynslóðina og við vinnum saltfiskin eins og afi kendi pappa og pappi kendi mér. Það sem sagt bara gamla lagið á honum. Við erum ekki að sprauta saltið neitt svoleiðis, það bara gamla hefðbundna aðferðin. Við tökum ferskan fisk í hús hérna á bátum í nágrenninu eða kaupum lengra til. Við annarkvæmt handflökum eða fletjum og söltum. Ég er búinn að vera í fiski alla ævi, mér finnst enn gaman og hlakka til á hverju morgni að mæta og vinna. En hvað með þegar þú ert að selja fisk til útflutnings? Finnurðu fyrir því að það sé eitthvað viðhorf gagnvart íslensku hráefni? Já, algjörlega. Og þó að Norðmenn og Rússar sé að moka fiski inn í þessi saltfisklönd sem við erum að selja til, þá alltaf stór hópur sem vil bara íslenskan saltfisk. Hvað með virðingu fyrir stéttinni? Nú oft verið að tala sjávarútveg, náttúrulega mikið að fréttum þar sem verið að tala neikvæðar hliðar hans. Finnst þér hann, gæti fengið einhvers konar uppreisn æru? Ég bara vona það því að mér finnst mjög sárt að horfa upp á það hvað hann í raun lítils metinn og sem dæmi geti sagt að ég var eins og fyrirlestur í framhaldsskóla á Tröllaskaganum daginn. Það voru 30 nemendur í bekknum og ég var að spyrja þau hvað þau geti hugsað sér að vinna í framtíðinni og enginn ætlaði að vinna í fiski. Svo maður spyr sig hvar endar þetta? Þrátt fyrir að innan sjávarútvegsgeirans séu fjölmörg tækifæri á vel launuðum og áhugaverðum störfum fyrir vel menntað fólk, virðist fátt ungt fólk hafa áhuga á því að starfa eða mennta sig innan greina sem tengjast sjávarútvegi. Ástæðurnar eru efalaust margar, en hægt að ímynda sér að ein þeirra sé hinn gamla ímynd hið erfiða sjómannslíf sem aðeins sé fyrir hinn mestu hörkutól. Ég held að maður dragi nú ekki til á það að þetta var gríðarlega erfitt starf og hættulegt. Og sjómenn færðu mikla fórnir til að sækja þessa björg í bú og það breytir svo sem ekkert mikið með tilkomi vélaraflsins. Þá skipin voru stærri og fóru lengra og áttu auðveldara með að náttúrulega komast á milli en
En þegar þau fórust þá eru þau náttúrulega slysin enn stærri og menn héldu nú reynda fyrst að þessi stóru togarar sem voru að byrja hérna að koma upp úr aldamótunum, fyrsti kemur 1905 og svo fyrsti togarar til Reykjavík kemur 1907 og menn héldu bara að þessi skip gæti ekki farist, þetta er svona svipað á Titanic sko, þetta bara, og þess vegna var það mikið áfall þegar þessi togarar fóru einmitt að farast í kannski fyrsta stóra áfalli var halaveðri hérna 1925 og síðan fórst Jón forseti hérna 1928 og þá var mönnum mjög brugðið og þá sem var til þess að fóru menn að stofna Slysavarnafélagið til þess að koma upp aðstöðu til að bjarga mönnum og sjávarháska. Hin hliðin á þessu er kannski karlmennskan og hetjur hafsins og sögurnar og söngarnir sem við þekkjum í gegnum tíðina. En ég er nú ekki frá því að við finnum svona eimin af þessu ennþá þessum hetjum okkar. Heldur þetta hafi svona áhrif á okkur í gegnum aldirnar þessi harka og dygð að vera hetja hafsins? Ég held að hljóti bara vera. Þetta lítur á móti okkur svona sem sagt baráttan við ægi, held ég að hljóti að móta alla menn og menn sem voru að koma hingar á vertíðir að þeir voru hér fjarri sinni fjölskyldu í langan tíma og þurftu að takast á við hafið og kuldann og óspúðina en vitandi það var ekkert víst að þeir kemust heim þann daginn og þetta lítur þetta móta menn, það verður eitthvað skrítið annað en það þarf maður ekki annað að sjá myndir af þessu gömlu köppum að maður sér að þetta er alvöru menn hargerir og skeggjaðir og hérna maður sér að þarna eru menn sem vil ekki allt fyrir sig sko. Störf sem tengjast sjávarútvegi og fjölbreyttum greinum tengdum auðæfum hafsins hafa síðustu áratugi orðið mun fjölbreyttari en áður var. Spennandi tækifæri eru í útflutningi, erlendum viðskiptum, markaðsmálum og þróun starfa í tengslum við fullvinnslu afurða, svo eitthvað sé nefnt. Hér eru við í miðrými hússins, þar sem við köllum Gullfoss. Sitjum á bekk úr Gullfossi gamla sem Eimskip lánaði okkur og langar að sýna þér aðeins það sem er að gerast í það sem við köllum þessum sjávarklassa. Eitt af því sem við höfum lagt áherslu á er að tengja fyrirtæki, útgerðarfyrirtæki og ýmis þróunarfyrirtæki í fullvinnslu afurða. Og það sem er kannski búið áhugavert í þessu er að má segja að saga fullvinnslunar að hluta til byrjar á þessum vin hérna. Það byrjar á því að menn fyrir einhverjum 25 árum plús síðan fara að þurrka þorskhausa og hausa og það eru margir sem hafa enga trú á þessu. Síðan núna eins og þið hafið fengið upplýsingar þá er það mikið og spennandi atvinnugrein, það sem veltir milljörðum og meðal annars erum við að sjá til dæmis að þessi þorskhausi er seldur á $5.20 kílóið, þannig að þetta er alvöru og það er kannski það sem hefur gert að verkum líka það er svona kveikt áhugan á því að halda áfram. Ef ég fer aðeins í pokan okkar sem við höfum verið að sýna þá þekkja margir hérna Atlantikleðir eða sjávarleður á Sauðárkróki. Þar er margt að gerast, mjög skemmtilegar afurðir sem þar eru. Við sýnum þetta ungu fólki sem hefur áhuga að vita hvað er að gerast. Síðan erum við með ensímtækni sem hefur verið að vinna úr ensímum, þorskensímum, ýmis krem og breiddin hjá þeim er gríðarleg. Það sem er svo gaman að er að hér að til að mynda þessi eina flaska hér sem heitir Cod-Doc sem er mjög flott krem, það er í þessu ensím sem svarar til 1 kílós af þorski, öllu heldur bara görnunum eða slóginu úr þorskinum og þessi flaska er seld á 3.200 krónur. Annað fyrirtæki sem er miklu uppáhaldi hjá mér er Keresis sem er bæði í Reykjavík og Ísafirði. Það er þessi sem við kalla Skin Regeneration sem kemur í staði fyrir þegar fólk á í erfiðleikum með að láta sár gróa. Þetta er úr þorskinu líka. Síðan þekkjum við afurðir sem eru hefðbundnari en mjög áhugaverðar sem eru niðursuðan á lifur og patei og annað slíkt sem er fullt af tækifærum. Þetta er eitt flottasta fyrirtæki okkar Íslendinga sem er Lýsi og bara að hafa náð jafn sterkri stöðu eins og Lýsi hefur náð á heimsmarkaði er gríðarlega þýðingarmikið fyrir okkur Íslendinga.
En ég hef líka sagt að þó þau hefur náð árangri í lifur, þá getum við alveg eins farið að náð sambærilegum árangur á heimsmarkaði á öðrum sviðum, öðrum hlutum þorsksins. Hvað sem eru gallirnar í ensímum eða slógið í lýsinu eða kollagen eða annað slíkt. Þess að botna þetta þá náttúrulega Framfoods, eða sé hrognir okkar, eru líka afurð. Þetta reyndar sænsk túpa, en við erum að minnsta kosti að vinna úr hrognunum ýmislegt. Síðan eru krem sem eru líka fótakrem úr roði sem að Keresis að þróa. Þannig ég held að við getum bara sagt að... Getum farið með eitt svona póka og þannig erum við að tala bara afurðir þar sem við erum að búa til miklu meiri peninga úr fisknum heldur en að við höfum verið að sjá áður. Hárrétt. Og það sem við segjum að ef við förum þessa leið þá við erum í dag Íslendingar í fararbroddi þegar í heiminum að vinna þorsk. Við fáum meira fyrir hvert þorsk en held ég nokkur önnur þjóð sem við berum okkur saman við. Og það munar ekki 20% í dag. Við skerum þetta betur með tækninni frá 3X og Marel og fleirum. Við kælum betur afurð þannig að það geymast betur og varðvitast betur. En það sem framundan þá að halda áfram í þessu. Og þegar við segjum í dag sirka við séum að fá 2000 krónur fyrir hvern 5 kíló af þorsk, þegar Evrópumenn kannski fá 1500 krónur, þá getum við sagt að við eigum alveg að geta stefnt á að fara hærra. Og þessi dæmi hér sýna það að margir þorskar sem verið að veiða á Íslandsstrendur eru að seljast á mun hærra verði. Við þurfum bara að fjölga þeim þorskum sem að fara í þetta verðbil. Það sem við þurfum að efla þekkingu okkar hér heima, efla rannsóknirnar og þróunina, kunna eitt sem við kunnum eiginlega ekki Íslendingar og það að selja þessar mörgu afurðir. Við kunnum auðvitað að selja lýsið, en við erum ekkert sérstaklega góð í öllum þessum heilsubótarefnum því það óskylt að mörgu leyti flökunum okkar. Við höfum mikla þekkingu á að selja flök, en við þurfum að efla þekkingu okkar á að selja öll þessi heilsubótarefni önnur. Við gerum okkur líklega öll grein fyrir því að þegar við erum að snæða dýrindis fisk heima hjá okkur þá nú ýmislegt gengið á áður en hann komst þangað. Við hugsum nú oft til sjómannanna og landvinnslunar og síðan fiskbúðarinnar, en það sem gerist þar á milli ekki síður forvitnilegt. Reiknistofa fiskmarkaða hlutafélagi í eigu 3 fiskmarkaða sem tengir 14 fiskmarkaði á 27 stöðum í eitt uppboðsnet. Reiknistofan heldur utan fiskuppboð þar sem 200 til 300 aðilar kaupa fisk í fjarskiptum á netinu. Þannig heldur reiknistofan utan peningaflæði milli útgerða, kaupenda, fiskmarkaða og hins opinbera. Alla daga, nema sunnudaga klukkan 1, uppboðstími. Þá safnast saman við tölvuna fiskkaupendur og bjóða í þann fisk sem í boði þann dag. Það gerir meðal annars Eyjólfur Pálsson en hann kaupir bæði fyrir fiskbúðina sína, mötuneyti og veitingastæði. Hvað segirðu? Hérna ég sem sagt á fiskmarkaðnum. Þetta alla virka daga klukkan 1 á daginn og þá byrjaði bara að bjóða upp alla fisk sem veist hefur verið þann daginn og síðan eins og ég íti hérna eins og sér hérna. Þetta bara framboði yfir allan daginn. Það alltaf að byrja á þorskinum, síðan fyrir við undirmálsþorsk, síðan kemur ýsa, ufsi, langa, blálanga, keila, stóra brosma, það nú eitthvað sem ég veit nú allavega sjálfur hvað það sko, allavega þekkist ekki hjá fisksölunum. Síðan gullkarfi, aldamótakarfi, steinbítur, hlýri, grálúða, skarkóli. Og hvernig geturðu séð? Geturðu eitthvað séð sirka hvað verður í gangi eða magnið eða hvernig? Já, síðan eins og hérna, þegar ég fer hérna, þetta stæða númer 171 í dag, það sem sagt búið að bjóða upp 170 staður. Þetta nafnið á bátnum, þetta hvar á landinu eins og þessi frá Þorlákshöfn, síðan næstu 3 frá Grindavík, síðan kemur Grundafjörður. Þetta hérna hvað fiskurinn gamall, eins og hérna verið að bjóða til 1 til 2 daga gamlan fisk. Þetta frágangurinn, hvernig frágangurinn hvernig hann ísaður. Þetta eru veiðafærin hérna. Nú til dæmis verið að bjóða upp trollfisk. Þú varst hrifnastur af línunni? Ég hrifnastur af línunni. Það besti fiskurinn. Það bara þannig og þá hlýtur að vera mikill verðmunur? Já, það mikill verðmunur á línufisk og trollfisk. Það getur alveg munað upp undir 150 til 200 krónum á kílóinu.
síðan þeir byrja alltaf sko í eins og nú verið að bjóða sko slagðan stóran og eins og við förum bara hérna í ísuna þá byrjar alltaf smáa fisknum og síðan fara þeir í blandaða smáan, blandað gott, blandaðu stór og síðan endar á stórum og þetta alltaf bara runan sko, þeir byrja aldrei á morgun að bjóða upp á ísu eða steinbið, þetta alltaf sami hringurinn sem gengur í gegnum mörkuðunum. Þessi innanlandsmarkaðir þetta bara örugglega innan við 10% af það sem að gerast. Flestir sem að versla á þessu, þetta eru útflutningsaðilar og verðin ráðast rosalega hvað að gerast úti. Já, þannig að veðrið kannski... Verðin eru há úti og margir að berjast sama fiskinn, sko, þá þetta ríkur allt upp. Þannig að hverju fylgistu með? Ertu sérstaklega... Sko, ég aðalega að fylgjast eftir að fiskurinn sé nýr. Og síðan eins og núna verið að bjóða upp 2 daga gamla fisk og síðan þessi staði líka 2 daga. Síðan kemur nýr fiskur hérna frá Vestmannaeyjum. Það svona, ég fylgist með hvað fiskurinn gamall, veiðafærin og stærðin á honum. Og síðan auðvitað magnið hérna sko. Eins og hérna eru 1650 kíló sko af þorski, netaþorski frá Vestmannaeyjum og það þýðir þegar þetta hérna 5/5 þá þýðir að ég verð að kaupa alla stæðina. En stundum það þannig sko að maður getur sem sagt keypt hluta af stæðinni. Og það hlýtur að skipta þig máli? Það skiptir mjög miklu máli. Og það ég hef, þótt að ég sé svona verslun ágætlega með við fisksala þá hef ég ekkert að gera með einhver 4-5 tonna þorski fyrir morgundaginn sko. Og síðan sérðu hérna, þetta þessi klukka sem telur niður og þetta undirmálsþorskur. Þetta keypti kaupandi númer 44 og 184 og ef það ofta lítið frambáð þá byrjar klukkan að telja niður og ef maður fljótur í þetta space þá hækkar verðið. Þetta staðið númer 293, ég ætla að reyna að bjóða inn í staðið 295. Nú fer þetta á stað. Ég rétt mista þessu. Ég ætla að kaupa hún. Nei, þetta misti ég að náttur, ha! Þú ert eitthvað óafar, sko. Þessi nú kemur eitthvað, þetta er þessi að... Nei, ég tek þessa. Nei! Ég er farin! Nú þetta þetta, ég finn á mér. Já! Við Íslendingar erum kannski svolítið duglega að sjóða ýsu og þorsk og nýta með smjöri og kartöflum og stappa, jafnvel með dassa tómatsósu. En þegar það kemur að því að nýta fiskmeti svona spari eða sem gourmetmat, held ég við gætum lært eitthvað. Svona að minnsta kosti kíkja á fiskmarkaðinn og velta þess aðeins fyrir okkur. Segðu mér kannski aðeins frá hráefninu þínu, hvaðan færðu það? Heyrðu, við erum að versla við hennan Eyjó, Fiskiprins og það gengur þannig fyrir sig að við sendum SMS eða e-mail klukkan 11 á kvöldin og hann vaknar svona 4 eða eitthvað svoleiðis. Svo pantar hann það sem hann heldur að hann þurfi fyrir okkur og fleiri sem hann er að selja. Svo fáum við sendan fiskinn klukkan bara fyrir 10 á mótana. Og skiptið þið eitthvað tímann áherslur eftir því hvernig staðan er á fiskmörkuðum, annarkvort í verði eða gæðum? Já, við erum mjög duglega að spyrja hann hvernig er staðan á þessum fisk og hann lætur okkur vita líka bara í óspurðum fréttum hvað er að gerast. Og þá annarkvort höldum við áfram með fiskinn eða tökum hann á matseðlinum ef hann er kannski ekki nógu góður í gæðum. Við viljum alltaf hafa gæðin alveg 100%. Þannig að við spilum þetta dálítið með honum og hann segir líka, ég myndi mæli með þessu og hinu og við hlustum bara á hann. Hann er sérfræðingurinn í þessum málum. Við erum með laxaroð á handriðinu sem kemur með stiganum niður og svo á matseðlinum erum við með hlýraroð. Þannig að við erum bara að tengja við fiskinn inn á staðinn líka, þannig að gestirnir finni fyrir því. Ég hef tekið mikið eftir því að fólk þegar það fer út að borða, þá er það mikið að panta sér fiskrétti. Og maður heyrir oft svona, já, ég fer út að borða og panta mér fiskrétt því ég kann ekki að gera þetta sjálfur eða sjálf. Og mikið af mínum vinum og svona kunna ekkert að elda fisk, sko. En finnst þetta rosa góður matur og bara alveg veislumáltíð að borða fisk. Þannig að
Eru kannski aðeins og óttaslegin við að elda fiskinn? Er þetta mýta eða er bara erfiðar að elda fisk? Ég held að fólk sé oft hrætt við það, en það er, sko, persónulega finnst mér það aðeins erfiðara heldur en að elda kjöt. Það er, þú veist, svo fín lína, eftir reyndar ég að tala að hann sé þá alveg rétt eldaður, sko. En það er svo fín lína hérna á milli að vera bara ofeldaður eða bara fullkominn, sko. Þannig að fólk er kannski of mikið að ofelda fiskinn. Þú veist, setur í hálftíminn í ofn, það þarf ekki, það er alveg 20 mínútum of mikið, sko. Þú veist, þannig að betra en elda fiskinn minna og þá er hann svona, hvað segir maður, meira juicy eða svona safaríkari. Aðal áherslur okkar eru að elda góða fiskrétti, en við erum með eitthvað fyrir alla reyndar á matseðlinum. En við lítum dálítið til austurs og erum að nota svona eins og asísk brauð með, en við leyfum alltaf svona aðal hráefninu að njóta sín. Þannig að við erum ekki eitthvað mikið, þetta er ekki svona fjúsur og neitt svoleiðis. Þetta er meira svona ferskt hráefni og svona aðeins krydda með svona asískum blæ. En hvað með hráefni sem þú notar? Íslenski fiskurinn getur passað vel inn í þennan austurlenska blæ? Algjörlega. Við erum með náttúrulega alveg frábæran fisk á Íslandi og hérna bara rosa ferskan og bara smellpassar og líka hérna eins og til dæmis bara ef við tek sojasósu sem dæmi, þá er hún svona sölt, þannig að þá erum við að nota minna salt kannski í réttin okkar, notum meira svona eins og þannig til að krydda, þú veist, það er eiginlega þannig sem við erum að nota þetta asíska. Þetta er vinsælasti fiskirétturinn. Skötsölu er eiginlega vinsælasti fiskirétturinn á fiskmarkaðnum. Nú er ég að djústeka einungiseppi í svona tempura-degi sem er japanskt deig. Hér er ég búinn að búa til svona kotasælu-majónes með japansku majónesi. Set það bara yfir fiskinn hérna. Og baka hann svona inn í ofn. Bacon. Karamelliseraðar fíkjur. Stökkur einungiseppur. Það sé nokkuð ljóst að maður þarf að fara að prófa sig áfram heima við eitthvað annað en þorsk og ýsu því að það er greinilega hægt að gera þvílíkt góðgæti úr auðum hafsins. Í næsta þætti af auðæfum hafsins ætlum við að leggja áherslu á útflutning á þorski, allt frá því að hann er veiddur í íslenskri lögsögu og þangað til hann er borinn á borð á veitingahúsi í Frakklandi. Þangað til, verið sæl!